Loftslagsmálin eitt helsta viðfangsefni samtímans og við í Sjálfstæðisflokknum teljum að gildi okkar stefnu eigi fullt erindi inn í umræðu þessi mál. Við hugsum í lausnum, Sjálfstæðisflokkurinn tekur þátt í þessari umræðu og hluti af lausninni. Vertu með okkur, það skiptir máli. Komið sæl, ég heiti Gunnlaug Helga og hann sestur hérna hjá mér, hann Guðmundur Haukur Sigurðarson, framkvæmdastjóri Vistorku. Guðmundur, kannski við byrjum bara á því, hvað geturðu sagt okkur Vistorku? Vistorka fyrirtæki hérna á Akureyri í eigu Norðurorku, en svona fyrir þá sem það ekki vita, þá Norðurorka í eigu Akureyrarbæjar að stærstum hluta, 98% cirka, og svo eru nokkur önnur sveitarfélög hérna á svæðinu sem eiga í Norðurorku. En já, Vistorka var stofnuð fyrir að verða 6 árum síðan, svona í framhaldi af ýmsum, við getum sagt grænum verkefnum hér á svæðinu. Og ég var ráðinn framkvæmdastjóri þar og þessu sem kannski oftitlað en hérna ég nú eini starfsmaðurinn. En já, hugmyndin að við höfum kannski lýst þessu sem svona verkefnastofu, grænna verkefna hér á svæðinu. Undanfarin ár höfum við svona tengst farið svona nær bæjarstjórn með aðkomu bæjarfulltrúa inn í stjórn félagsins. Vistorka EHF og eins og ég segi það, þetta er svona félag og hugmyndafræði í mótun þá á vegum, getum sagt, sveitarfélagsins. Dásamlegt, og hvert svona megin verkefnið? Megin verkefnið kannski að í grunninn í samþykktum félagsins nú svona að reyna að nýta allan úrgang og þess átta betur og framleiða eitthvað hér á svæðinu sem að geti nýst þá í staðin fyrir olíu eða aðra óvistvæna orkugjafa. Það var svona eins og metan eða lífdísel eða? Metan og lífdísel og svo náttúrulega höfum við verið að vinna með moltu í að bæta, bæði söfnun og heimtur á nýtingu á moltunni. Fórum til dæmis í mjög stórt verkefni í sumar, síðasta sumar sem sagt, hérna á svæðinu með umhverfisráðuneytinu og skógræktinni og það sem var verið að reyna að prófa moltun á mörgum stöðum. En þetta svona, já, en svo höfum við undanfarin misseri verið töluvert mikið í fræðslumálum og erum að auka það til dæmis núna, aðkoma fræðslumálum og svo hefur við komið að svona þessu sem við myndum kalla orkuskipta verkefnum eins og hleðslustöðvar og þess áttar. Já, kannski aðeins inn á það, varandi orkuskiptin. Erum við öll að fara að keyra á rafbílum eða hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? Það náttúrulega svona fyrir eftir í hvaða framtíð maður að tala erum við að fara að tala framtíð Akureyrar eða Íslands eða heimsins. Ég svona tala út frá eins og ég sé framtíðin á Akureyri að þá eigum við hérna náttúrulega ágætis uppsprettur af metani, bæði það sem við erum að vinna úr núna, Hauginn upp á Glerárdal og svo töluvert mikill lífrænn úrgangur hérna í Eyjafirði, mikið af landbúnaði og þess áttar, þannig að við erum að tala mikið frá kúabændum og svínabændum og þannig að við höfum möguleika á að framleiða og vera með stanslausa framleiðslu á metani og leið fá þá meiri moltu líka. En metanið verður kannski ekki það sem mun slá í gegn á fólksbílum þegar það þá erum við áfram að nota vélina, sprengirhefilin eins og við þekkjum hann í dag. En miðað við svona það sem ég að sjá og heyra að þá heyrist manni að þeir sem að fara á rafbíl að þeir fara ekki aftur á bíl sem að kveiki í einhver eldsneyti og þá það náttúrulega hvort sem það metan eða bensín að það bara svo mikill munur á þessum bílum að rafbílarnir eru bara það góðir, þeir nýta orkuna vel. Þannig að ég allavega sé fyrir mér að það metan sem við munum framleiða hér á þessu svæði að það verður nýtt á svona stærri bíla í samgöngum og jafnvel í efnaiðnaði í staðinn þá fyrir, við höfum til dæmis heyrt fréttir, ég held að sé te og kaffi var að gera samningu Sorpu
að fara að nota metan í staðinn fyrir innflutt própan held ég. Þannig það alls konar möguleikar með metan aðrir heldur en til dæmis á fólksbíla. Og þó að metan sé töluvert ódýrara en bensín, að þá það náttúrulega mun dýrara en rafmagn á bílinn. Þannig að það keppir í rauninni ekkert við rafbílinn fyrir einstaklingin. En svo aftur þeir eru kannski stærri bílar, flutningabílar sem þurfa að komast lengri leiðir, strætó, milli landsluta jafnvel eða innanbær, að þá metanið ofsalega hentugt. Þannig já, ég held að þetta verði áfram einhvers konar blanda af þessum orkugjöfum. En síðan sé ég fyrir mér svona mína sýn á framtíðina á Akureyri. Ég held að Akureyri getur orðið svona rafhjólabær, að afsökunin sem við höfum alltaf fyrir hjóliki brekkurnar, og rafhjólin hafa svona gert Akureyri að, eins og ég segi, Danmörku eða Hollandi hvað það varðar. Hér landið flest bara út við það að fá rafhjól. Þannig ég að vonast til þess að okkar litli bær sem nú ekki nema bara örfáir kílómetrar í þvermál sko, að hann verði að miklum göngu og hjólabæ í staðin fyrir bílabæ eins og hann í dag. Já, þetta bara rosalega áhugavert. En það ég verið að velta fyrir mér sko, þið verðist vera svona frumkvölar í þessu öllu saman, eða þið stefnið að kolefnishlutleysi á Akureyri. Já. Hvað með önnur bæjarfélög eða sveitafélög jafnvel? Sko, það náttúrulega í lögum núna að sveitafélög eigi að vera búin að setja sér loftslagsstefnu fyrir árslok í ár, ef ég man rétt. Ég held að þau séu nú misjafnlega langt komin í því. Hér á þessu svæði væntanlega Akureyri komið lengst, búið að vera með umhverfis- og samgöngustefnu í gildi í 3 ár og núna að setja sér umhverfis- og loftslagsstefnu, bara vonandi á næstu mánuðum. Hún þegar komin í nefndir. Ég ekki alveg viss hvar önnur sveitafélög hér á svæðinu eru stödd með þessa vinnu. Mig grunar þessu stutt og við komin, en aftur að hvernig það skila sér, hvernig það að ríkið ákveði eitthvað fyrir hönd sveitafélag og setji þeim þær kvaðir að ég ljúka einhverju þessu ári. Ég veit ekki hvernig samtalið þar á milli á sér stað sko, hvort að það að því að við vitum vel að sveitafélög eru misstór og missmikla getu til þess að fara í svona verkefni. Bara, það verið að móka snjó og laga kantstein og reka skóla, ekki kannski alveg þetta í forgrunni í litlum sveitafélögum. Þannig að en vonandi við erum náttúrulega með samtök og ég reyndar nýlega skipaður formaður umhverfisnefndar SSNE og við erum nú bara nýfarin í gang, en þessi umræða mun eiga sér stað þar, hvernig við getum unnið með og hvatt og stutt sveitafélög hér á svæðinu í það að setja sér loftslagsstefnu, og þá erum við að tala stefnu sem að upp á borðum en ekki hún í skúfum. Nákvæmlega. Já, ég allavega alveg til að benda fólki á vistorku, því að mér finnst algjörlega óþarft að fólk reyna alltaf að finna upp hjólið sko. Það eru til leiðir sem virka og þá má þá horfa á þær. Já, ég held að það hafi verið nokkuð svona vel lukkað þetta sambland af þá einkarekstri getur við sagt, og þetta sé 100% eigu eins og að það opinberu félagi, en svona þetta ákveðna frelsi sem fylgir vistorku, en samt svona þétt tenging við bæði stjórn Norðurorku og bæjarstjórn og nefndir bæjarins. Það samband hefur svona verið að styrkjast með árunum, og ég held að það sé bara þéttur stuðningur við það innan kerfisins, og kannski svona pínu, ég ætla ekki að segja skrítið, en maður hefði vilja sjá fleiri vistorkur á Íslandi. Já. Og að sveitafélögin settu svona þessar grænu áherslur í svona skýran farveg. Ég held að það hefði verið mikið svona framfara skref fyrir Akureyrarbæ að gera þetta með þessum hætti. Já,
Einmitt. Ef við tölum lífdísilinn á þann, Já. hvernig gengur það allt fyrir sig? Það aftur svona ekkert ósvipað og moltu framleiðslan, að það verið að safna úrgangi sem að annars endar einhver staðar sem hann á ekki að enda. Lífræni úrgangurinn í ansi mörg ár endaði hún í einhverjum hólum og gerir enn að miklu leyti á Íslandi í dag, allt og miklu. Og sama gildir steikingarolíu og fitu og við höfum svona í gegnum árin verið að búa til svona öflugt söfnunarkerfi að þar sem að veitingahús og já, bara íbúar hérna á svæðinu geta skilað í farveg söfnunarfarveg steikingarolíu og þá erum við að tala allt sem að heitir fita eða fituríkur úrgangur smjörið af steikarpönnunni ef ekki notuð olían af fetthostinum í salatið ef hún fer til spillis að þá hún sett í þennan farveg útrunna vörur ef einhver að gleymir að taka lýsi sitt að þá má útrunni lýsi fara í þessa framleiðslu og svo bara fitan af lambalærinu ef hún má alveg fara með líka og síðan í þessu ferli þá notað metanól og þetta eru 2 efni sem eru bara í gegnum efnaferli verða lífdísli og lífdísill honum síðan blandað út í olíu, svartolíu eða dísilolíu og við höfum verið að nota þetta það sérst búið að framleiða síðan 2011 búið að framleiða lífdísil á Akureyri og það hefur hver einasti lítri sem hefur verið framleiddur hefur verið brendur þannig að það búið að nota hátt í 600-700.000 lítra af lífdísli á svæðinu á undanförnum árum þannig að það telur vissulega. Og var þetta sett á skip eða? Já, þetta hefur verið meðal annars sett á íblöndun í bara mjög lítill íblöndun á nokkur skipi á Samherja þetta hefur verið notað í malbiksframleiðslu á Akureyri það malbiksframleiðsla gengur þannig fyrir sig að það þarf að hita upp steinefni áður en sett út í bykið þannig að steinandi sé ekki kaldir þegar þeir fara út í sjóðandi bykið þannig að þeir eru hitaðir upp og það hefur þurft olíu til þess að hita upp efnið og nú farið að nota lífdísil í það að hluta við höfum prófað að við blanda í orkuframleiðslunni í Grímsey og fleira þannig að við höfum notað þetta á Strætó og þetta bara gengið vel. Og þetta kemur allt frá heimilum eða ekki bara í gegnum grænu trektina eða? Jú, og svo náttúrulega í gegnum söfnunarkerfið hjá þeim sem að safna úrgangi eins og Terra eða Íslenska gámafélagið þau taka hjá veitingahúsunum og bara eins og önnur þeir að taka pappa og annan úrgangi á veitingahúsunum þá taka þær þetta í leiðinni. Þannig að í gegnum þeirra kerfi skila sér líka í þessa framleiðslu. Og við höfum svona talið að á Íslandi öllu þá væri hægt að framleiða svona þá erum við að tala að nýta líka fitu úr sláturúrgangi og þess áttar að þá erum við að tala að við höfum talið að væri kannski einhvers staðar á bilinu 2-3 milljónir lítra á ári sem væri hægt að framleiða lífdísli. Ok, það alltaf hvað að stoppa þetta? Er þetta einhverja reglugerðir eða? Nei, það sem kannski bara eins og svo margt annað í þessari grænu byltingu getum við sagt og þessum grænu framförum að það bara vantar skýrari fjárfestingu og við sjáum til dæmis eins með rafbílana að við erum náttúrulega eftir Noregi af því að við erum með ívilnanir held ég segi við erum að fella niður virðisauka og tolla og annað og við erum að gera rafbílinn í gegnum okkar skattkerfi erum að gera hann hæfari til að keppa við hinn ef við myndum ekki gera þetta þá var hann mjög dýr skulum við segja hann nógu dýr fyrir sama með þetta það einhverjar hindranir einhverjar lásar í kerfinu sem að valda því að við erum ekki að framleiða allan hann lífdísil og allt það metan og nýta allan hann lífdísil og allt það metan eða metanóljabel sem framleitt á Íslandi og mögulegt að framleiða á Íslandi hvort það eru ívilnanir eða þurfa íþyngja hinum megin frá eða veit einhver að beina fjárfestingastyrki eða annað
það einhverjar hindranir hérna sem að ég kann ekki að skýra. Já, einmitt. En hvað með vetnið? Hafið þið eitthvað skoðað það? Við höfum ekki gert það, nei, en ég hef svona á undanförnum vikum og mánuðum fundið fyrir því að það er greinilega vaxandi vetnis áhugi á Íslandi. Vetnið er náttúrulega bara enn einn möguleikin í þessum eldsneytis orku flutningamöguleikum, þannig að hvernig við getum nýtt þá raforkuna til þess að í samgöngur, á skipaflotan eða ferjur eða hvað það er, þannig að vissulega spennandi möguleiki en kannski eins og metanið og fleira, það er svona ýmsar hindranir sem þarf að ryðja úr vegi áður en við sjáum það kannski svona breiðast út því að það þarf þá sérstaklega vélar og annað. Já, einmitt. En það er frítt í strætó hérna, á hverju er það ekki? Það er frítt í strætó ennþá og það er að koma nýtt strætókerfi í sumar. Það er búið að vera að kynna það í allan vetur og nú er svona samráðsferli í gangi. Ég held ég fari rétt með, ég held við séum með 3 af 6 strætóm á metani nú þegar og 4. bara í svona aðdragandi að honum, ég held að sé bara búið að samþykja, hann kom á næsta ári vonandi þrátt fyrir svona COVID-þrengingar að þá stendur það vonandi. Þannig að þá verðum við á næsta ári með nýtt strætókerfi og 4 af 6 strætóm á metani. Og síðan rekur sveitarfélagið líka svo kallað ferliþjónustu og það eru svona minnivagnar og þeir eru líka á stórum hluta á metani, ég held ekki svipað 3 af 6 eða 4 af 6 jafnvel. Og þannig þau orkuskipti í almenningssamgöngum Akureyri, þau eru bara samkvæmt áætlun og gert ráð fyrir að þeim bara verði lokið á næstu 3, 4, 5 árum sko. Það er alveg frábært að heyra þetta því að ég bý nú fyrir sunnan og þá er alltaf verið að tala um sko hvað á að gera við metani sem að kemur frá nýri sorpu endurvinnslustöðan í Reykjavík. Þannig að það er bara einstaklega gaman að heyra að metani sé nýtt hérna. Já, eins og ég sé það hefur gengið best á strætóna, það er að taka svo mikið og keyra alla daga allan daginn og en svo er náttúrulega skemmtilegt að sjá að það er náttúrulega töluvert af metanbílum á höfuðborgarsvæðinu að metanstöðin var opnuð fyrsta heila rekstrarárið var 2015 þannig að þessi 4 ár sem er alveg þessi 5 ár sem eru búin að vera í heilum rekstri að þá sjáum við alltaf þennan mikla vöxt í júní, júlí, ágúst að það er mun meiri sala á metani hér í þessa ferðamannamánuð og þá erum við náttúrulega vitum við það að það er fólk sem er á metanbílum í Reykjavík og er að koma og það er náttúrulega bara gildir það nákvæmlega sama fyrir rafbílana að við sjáum það bara núna til dæmis eins og síðustu helgi sem var bara stór skíðahelgi að það voru bara rafbílar í öllum hleðslustöðum alla helgina að tappa á þannig að þetta er á fleygiferð og við þurfum bara að styrkja þessa innviði og kynna og fræða betur sko. Einmitt, já, ég var á skíðum daginn og þá sá ég Tesla upp í Hlíðarfjalli. Ég sagði, hvað er hún að villast hingað? En það er drífa út allt greinlega. Já, það er mitt upp í Hlíðarfjalli þó það sé ekki öflugstöða, þá er hleðslustöð í Hlíðarfjalli og við svona tókum meðvitað ákvörðunum að setja eina þar af því að þetta skiptir máli, þetta er bara þjónusta við okkar gesti. Já, nákvæmlega. En hvað finnst þér að koma í hlut sveitafélagana að kannski setja hleðslustöðvar eða ætti maður að bíða eftir orku náttúrunni eða svoleiðis? Sko við erum ég er svona að tala almennt fyrir Ísland að þá held ég að þetta þurfi nú að vera svona eitthvað sambland og hefur verið það, til dæmis Orkusjóður hefur verið að styrkja þessar uppsetningu Orka náttúrunnar, vissulega eins og nefnir hefur farið mjög sterkt fram í þessu og núna er N1 að koma og Tesla farið sjálfa að setja upp stöðvar. Þannig að þetta mun gerast mjög hratt á þessu ári en ég held að sveitafélögin og eins og Reykjavíkurborg hefur til dæmis verið að gera, þau hafa verið að veita styrki í húsfélög og þá sem vilja setja upp og ríkið hefur verið að veita ívilnanir á hleðslustöðvum að fella niður virðisauka og þess aftar. Þannig að það eru svona
já, hvað ég að segja, það eru svona hvatningar komin í kerfið. Það sem að sveitafélögin þyrfti að gera og það er náttúrulega að tala um þessi stóru sveitafélög það sem þú ert kannski með fjölbýlishús að því að fyrir þá sem búi í einbýlishúsi þá er þetta bara eins og setja upp tengil að það er ekki að spurja neitt, bara setja upp tengil fyrir bílinn og sína hleðslustu sjálfur en í fjölbýlishúsum er þetta flóknara mál að það þarf að meta álagið og inntakið og hverju vilja taka þátt og þess að búið að vera að breyta til dæmis lögum bjölbýlishús í tengslu við rafbíla og innleiðingu þeirra. Þannig að þetta er það sem að sveitafélögin þurfa svolítið einbytta sér að sko eins og hérna á Akureyri þá erum við með hverfi þar sem eru einbýlishús en það er ekki beint auðvelt að setja upp hleðslustöðvar við götuna og jafnvel hús sem er ekki með bílastæði. Þannig að þar þarf sveitafélagið til dæmis að stíga inn og segja getum við verið með eitthvað safnstæði, getum við með einhverja bletti þar sem er auðvelt að koma. Við erum til dæmis núna að fara að setja upp í tengslu við Orkusjóðstyrk, þá erum við að fara að setja upp 3 stöðvar á Akureyri, fengum úthlutun og stefnum á að setja upp eina við Amtsbókasafnið og eina við Sundlaugina. Þannig að það er svona og eina við Ráðhúsið viðbót, það er ein þar fyrir. Þannig að það er svona til þess að styrkja við þjónustuna við þá sem þá búa þeim svæðum og eins þá gesti sem eru að koma á þessa staði. Þannig að en ég held að þarna verði sveitafélögin, ég held að hlutverk sveitafélagana þarna sé að stíga inn þar sem flækjustíð er hátt og einhver skipulagsmál og þess áttar og búa til aðstæðurnar þannig að þeir aðilar sem er að reka og er í þessum viðskiptum að þeir hafi tækifæri til að koma og setja upp búnað og bjóðu upp á þessa þjónustu. Þannig að þetta er svona eins og að tryggja góða lóð, sko. Þannig að já, maður sér þetta svona þannig fyrir sér. Einstaklega áhugavert. Mjög svo. En ég held að við höfum til lengra sinni bara að þakka þér kærlega fyrir komuna. Ljómandi, takk.